Veröld sem var, 3. kafli, Eros Matutinus. Þessi 8 menntaskólaár voru mikilvægt þroskaskeið í lífi okkar félagana því þá breyttumst við úr 10 ára drengnokkum í 16, 17, 18 ára kallmenn og eðlið tók að krefjast réttar síns. Vakning kynhvatana virðist nú vera algjört einkamál sem best fari á að hver og einn leysi af eigin ramleik og í fljótu bragði virðist efnið ekki vel til þess fallið að því séu gerð skil á prenti. En fyrir kynslóð mína var þetta vandamáli sem náði langt út fyrir sín eðlilegu takmörk. Í annan stað leiddi af því eins konar andlega vakningu því það kenndi okkur að líta gagnrýnum augum á samfélagið og venjur þess. Börn og unglingar eru að eðlisfari alls ekkert frábitin því að lúta lögmáli umhverfis síns en settum reglum hlýða þau einungis svo fremið sem þau sjáu alla aðra gera því sama. Öll óheilindi af hálfur kennara og foreldra verða óhjákvæmilega til þess að unglingarnir fara að líta í kringum sig af meiri tortryggni og gagnrýni. Og við vorum ekki lengi að uppgötva að þau máttarvöld sem við höfðum gefið traust okkar, skólinn, fjölskyldan og hinn almenna siðfræði voru merkilega óhreinskilin í öllu sem að kynferðismálum laut. Og ekki nóg með það, þau heimtuðu af okkur leynd og pukur á þessum mikilvæga vettvangi. Fólk leit allt öðrum augum á þessa hluti fyrir 30 eða 40 árum en nú tíðkast. Ef til vill hefur aldrei fyrr á einum mannsaldri orðið þvílík bylting á neinu sviði þjóðlífsins og svo breyting sem varð á gagnkvæmri afstöðu kynjana á þessum umræddu árum. En orsakir hennar eru kvenréttindahreyfingin, sálfræði Freuds, aukin líkamsrækt og vaxandi sjálfræði æskunnar. Ef maður ætti að reyna að orða mismuninn á borgarasiðfræði 19. aldar og hinum frjálsu og hispurslausu skoðunum nútíðarmanna, kemst maður kannski næst kjarna málsins með því að segja að í þá daga létu menn vandamál kynferðislífsins liggja í láginni vegna þess að þá brast kjark til að kryfja þau til merkjar. Á tímum trúrækninnar, einkum á dögum hinna vandlætningasömu púritana, voru þessi mál afgreidd á einfaldan hátt. Valdsmenn miðalda sem höfðu þá einlægu trú að holdlegur losti stafaði af freistingum djöfulsins og að öll líkamleg nautn væri saurlífi og synd, voru, einkum í kalvinstrúarborginni Genf, ódegir við að framfylgja siðalögmáli sínu og bönnum með vægðarlausum refsingum. Öld okkar, öld umburðarlindisins, sem fyrir löngu hafði kastað trúnni á djöfulinn og tekin var að gerast blendin í trúsinni á Guð, hafði ekki skap í sér til að grípa til svo róttækra ráðstafana. Hún leit á kynhvatirnar sem óstýrilátan og því hvimleiðan eðlisþátt sem hún fann engan stað í siðfræði sinni og vildi sem minnst ræða opinberlega, því allt ástalíf utan hjónabands var brot á smá borgaralegu velsæmi. Við þessum tvískinungi fundu þeirra tíðar menn upp merkilegt ráð. Þeir settu engin sérstök bönn við því að ungir menn lifðu kynferðislífi en gengu fast eftir því að öllu slíku væri haldið vandlega leyndu. Úr því að ekki var hægt að gera kynhvötina burtræka úr tilverunni, þá skyldi hún að minnstakosti ekki vera sýnileg innan landamæra borgarlegs siðgæðis. Það var því að þegjandi samkomulagi að minnast aldrei á þessi feimnismál, hvorki í skóla né í heimahúsum, hvað þá opinberlega, og öllu sem á þau myndi skyldi vendilega sópað út í skúmaskotin. Það er auðvelt fyrir okkur nútímamenn að skopast að fáfræðinni sem liggur á bak við þetta barnalega laumuspil. Við höfum orð Freuds fyrir því að hver sem reynir að útrýma eðlilegum hvötum úr vitund sinni losnar alls ekki við þar að fullu, heldur rekur þar niður í undirvitundina við mikla áhættu. En 19. öldin gekk af einlægni fram í þeirri dul að alla árekstra mætti jafna með hagnýtri skynsemi og hugði að því meir sem menn dildu eðli sitt, því auðveldara væri að halda hinum viltu öflum í skefjum. Unga fólki myndi því gleyma kynhvötum sínum ef allri fræðslu þau mál væri sleppt. Þennan hugarburð að hægt væri að öðlast sjálfstjórn með fáfræði sameinuðust öll máttarvöld þjóðfélagsins í órófa þögn. Skóli og kirkja, samkvæmislíf og dómgæsla, bókmenntir og blöð, siðir og tíska, allt var þetta í einu órjúfandi þagnarbandalagi kynferðismálin en út yfir tók þó að vísindamennirnir,
sem höfðu það hlutverk að ganga hispurslaust að hverju verkefni, lutu einnig reglunni, naturalia sunt turpia. Einnig þeir gáfust upp með þeirri viðbáru að það sé vísindunum ekki samboðið að fást við svo óhrjálegt viðfangsefni. Hvar sem maður grípur niður í bók frá þessu tímabili, hvort heldur hún fjallar heimspeki, lögfræði eða jafnvel læknisfræði, alltaf sama sagan, allstaðar eru kynferðismálin sniðgengin. Þegar réttarfræðingar komu saman til að ræða mannúðlegri meðferð á sakamönnum og siðspillandi áhrif fangavistar, skotruðu þeir sér feimnir framhjá þessu megin atriði. Ekki dyrðust taugalæknar heldur að skýra rétt frá málavöxtum þótt þeir vissu upp að hár hverjar væru orsakir sumra geðtruflana. Freud segir einhvers staðar frá því að hinn rómaði kennari hans, Charcot, hafi einu sinni trúað sér fyrir því að þótt hann þekkti hina sönnu orsök sefasýkinnar hafi hann aldrei minnst á hana opinberlega. Síst af öllu þorðu þó fagurbókmenntirnar sem svo eru nefndar að fjalla þessi mál af hreinskilni, því af þeim var heimtað að þær tækju eingöngu til meðferðar fagurfræðileg efni. Þótt sumir rithöfundar fyrri alda hefðu ekki hlífst við að draga upp raunsanna alhliða mynd af menningarástandi síns tíma og hægt sé að finna hispurslausar þjóðlífslýsingar hjá Defoe, Abbé Prévost, Fielding og Rétif de la Bretonne, þá töldu menn á þessum tíma að í skáldskap væri aðeins leyfilegt að fjalla viðkvæm og háleit yrkisefni en ekki beiskan raunveruleikann. Þess vegna í bókmenntum 19. aldarinnar varla minnst einu orði á gruggugt og áhættusamt líferni hinnar villuráfandi stórborga æsku, og þegar höfundur gerði svo bíræfinn að lýsa skækjulifnaði, taldi hann sér ekki annað sæma en að dubba söguhetju sína upp sem glæsilega kamelíufrú. Því það svo að vilji ungur maður nú á dögum kynna sér lífsáttu æskunnar á síðustu öld og fletti í því skyni upp í bókum hinna miklu skáldsagna frá þeim tíma, Dickens, Thackeray's, Gottfried Kellers og Björnsons, Tolstói og Dostojevski eru hér undanskildir því Rússar höfðu ekki tileinkað sér gervihugsanir Evrópu. Finnur hann eingöngu fegraða lýsingar, hálfsagða sögu. Strangleiki tíðarandans olli því að enginn þorði að segja það sem honum bjó í brjósti. Og ekkert lýsir betur næstum sjúklegri hótfindni þessarar horfnu siðfræði en það að þessi bókmenntalega hófsemi fullnægði ekki kröfum hennar. Hlýtur okkur ekki að blöskra að jafn látlaus saga og Madame Bovary skuli hafa verið bönnuð af opinberum dómstóli í Frakklandi sem ósiðleg bók og að litið var á skáldsögur Zola sem örgustu klámrit. Og það ekki furðulegt að jafn hófsamur, episkur og klassískur höfundur og Thomas Hardy skildi vekja hneykslunaröldu í Englandi og Ameríku. Þótt þessir höfundar væru varfærnir í lýsingum höfðu bækur þeirra samt byrt of mikið af raunveruleikanum. Við uxum nú upp í þessu óheilnama andrúmslofti, þessari kæfandi ylvatna mollu, og þessi óheiðarlega og falska siðfræði hvíldi eins og mara á okkur í æsku. En sögum þess hvað pukrið var algjört á öllum sviðum vantar í rauninni öll bókmenntaleg og menningarsöguleg gögn til að geta gefið heildarmynd af þessu fáránlega ástandi. Nokkur leiðarmerki höfum við þó til að styðjast við. Ekki þarf til dæmis annað en líta á tískuna, því smekkur kynslóðana kemur ósjálfrátt upp siðgæðis hugmyndir þeirra. Það sannarlega engin tilviljun að kvikmyndagestir nú á dögum í hvaða borg eða þorpi sem bæði austanhafs og vestan, fara ætíð að skelli hlæja þegar aldamótafólkið birtist í samkvæmisklæðum sínum á tjaldinu. Hvaða einfeldningur sem sér óðara hið kátbróslega við þennan óhentuga og óholla klæðaburð. Jafnvel við sem höfum vanist mæðrum okkar, frænkum og vinkonum í þessum heimskulegu búningum og höfum sjálfir á unga aldri gengið svona kátlega til fara, höggdofa af undrun yfir að nokkur kynslóð skuli hafa tekið upp svo frálíta tísku. Herratískan var að vísu ekki aldæla í þá daga, háir stífir flippar, föðurmorðingar sem gerðu mönnum styrkt allar hreyfingar, svartir stélsíðir lafafrakkar og pípuhattar sem voru eins og opnrör í laginu, en þó keyrði fyrst þverbak þegar kom að dömutískunni og öllu því tildrið sem notað var til að misþyrma eðlilegu vaxtarlagi. Mittið var ryrt saman með lífstykki úr hörðum hvalskíðum
en pilsi var þanið út að neðan með tilheyrandi pilsaglennu svo ekki geti sést annað af fótunum en aðeins tærnar. Að ofan var kjóllinn hnepptur upp í háls, hárinu hreykt upp í ótal lokka, liði og fléttur undir hátegnarlega blaktandi hattskrípi og jafnvel á heitustu sumardögum var höndunum troðið í langa hanska. En þrátt fyrir öll ilmefnin sem léku þessa dömu og skartgripina sem hún hlóð á sig og þrátt fyrir alla kniplingana, fellingarnar og faldana var hún þó ósköp hjálparvana og vansæl ásýndum. Ekki þarf annað en líta á þennan búnað til að sjá að kona í slíkum tíum var ekki lengur frjáls og gat ekki hreyft sig af léttleik og yndisþokka. Hver hreyfing og þar að leiðandi öll framkoman hlaut að verða þvinguð og afkáraleg. Það hefur ekki verið neitt áhlaupaverk að uppdubba slíka dömu, þó ekki sem minnst á allar þar kurteisisreglur sem hún varð að setja sér. Óhugsandi var að komast í þennan búning og úr án utan að koma til hjálpar. Fyrst var það að krækja óteljandi krókum og lykkjum á bakinu frá mitti upp í háls og keyra lífstekki saman eins og kraftar þernunar lifðu. Síðan var það að skrífa, leggja, bursta, greiða og setja upp hárið og til þess þurfti daglega aðstóð hárgreiðslukonu og óteljandi hárnælur, spennur og kamba fyrir utan skrífingarjárn og hárpinna. Ég minni ungt fólk á að fyrir 30 árum báru Evrópukonur að frátöldum nokkrum rússneskum kvenstúdentum hár sem náði alltaf beltistað. Að þessu umstangi loknu var daman færð í hvert pilsið utan yfir annað ásamt blússum og treyjum þar til kvenlegu form voru með öllu horfin. En þessi fáviska hafði sína leynilegu þýðingu. Vaxtarlag konunnar átti að vera svo vandlega hulið að brúðguminn hefði enga hugmynd það á brúðlaupsdaginn hvort brúðurinn var beinvaxinn eða boginn, holdug eða grönn, leggjalöng, lág til hnésins eða kiðfætt. Þetta siðavanda tímabil taldi það þó enga góðgá að hafa gervibrjóst eða falskt hár til að apa tískuna. Því meiri dama sem konan vildi vera, því minna mátti sjást af hinu eðlilega vaxtarlagi. Í rauninni var tískan þarna aðeins þjónn hinnar almennu siðfræði sem hafði gert leynd og pukur að sínu höfuðmarkmiði. En þessi viturlega siðfræði gleymdi því alveg að ef kölska eru meinaðar aðaldirnar, smegir hann sér einfallega inn bakdýramegin eða ofanum reykháfinn. Það sem einkum vekur athygli hleypidómalaus athuganda nú á dögum í sambandi við þessa tísku sem gerði allt hugsanlegt til að hylja nekt hörundsins og dylja eðlilegt vaxtarlag er ekki síðavendi hennar, heldur þvert á móti hins smásmugulega kostgefni við að draga fram andstæður kynjana. Nú á dögum eru bæði kynin hávexti og grannvaxin, konan stutt klift og svipuð manninum í útliti, en í þann tíð var keppst að gera andstæðurnar sem skarpastar. Karlmennirnir gengu með alskegg eða að minnstakosti með uppsnúna kampa, en kvenfólkið notaði lífstykki til að gera barminn, aðalkyn einkenni konunnar, kveldari og fyrirferðameiri. Framkoma mannsins gagnvart konunni átti að sýna að hann væri sterka kynið en hún það veika. Hann átti að vera knár, riddaralegur og sækin en hún hlédræg, bljúg og vör sig, samsagt veiðumaður og bráð en ekki jafnrétt háir aðilar. Þessi óeðlilegi áhugi á því að skerpa andstæðurnar í útliti kynjana leiddi auðvitað af sér aukna spennu í tilfinningalífinu, ástríðurnar mögnuðust. Þannig náði samfélagið með þessari sálfræðilega röngu aðferð nákvæmlega gagnstæðum árangri við það sem til var ætlast. Vegna óttans og árvekninnar það að varast allt ósæmilegt í bókmenntum, listum, klæðaburði fólks og lífsháttum, var það ekki hjá því komist að hafa hið ósíðlega sí og æ í huga. Fólki á þessum tíma virtist velsæmið alltaf vera í bráðri hættu ef einhver sagði orð eða hreyfði sig. Það varðaði næstum við lög ef kona kom í buxum til leiks eða íþrótta og ef hún þurfti að nefna jafn dónalegan hlut og karlmannsbrækur varð hún að bregða fyrir sér rósamáli. Óhugsandi var að piltur og stúlka fengju að fara í ferðalag eins saman, enda þótt þau væri á sömu stétt. Fólk hugsaði sem svo að eitthvað gæti komið fyrir. Slík samvera var því aðeins leyfileg að einhver væri til eftirlits, annaðhvort móðir eða kennsliskona og fylgdi unglingunum skref fyrir skref.
Jafnvel heitasta sumartíman myndi það hafa þótt hneyksli ef ungar stúlkur hefðu leikið tennis í hnésíðum kjólum og með nakta arma. Og ef siðlátt stúlka krosslæði fæturna í samkvæmi var það talin hræðileg ósvinna þar eð ökklar hennar hefður hæglega geta birst undan kjólfaldinum. Jafnvel höfuðskepnunum sjálfum, vatni, lofti og sól var ekki unnt þess að snerta nakið kvenhörund. Á baðstöðunum urðu konur að berjast í þungum baðfötum frá hvirfli til ilja og í heimavistarskólum og klaustrum urðu námsmeyjar meira að segja að baða sig í síðum línserkjum til að verða ekki mintar á að þær hefðu líkama. Það hvorki þjóðsaga né ýgjur að þegar gamlar konur voru lagðar til hinstu hvíldar hafði enginn litið kné þeirra né axlir utan ljósmóðurinn, eiginmaðurinn og útfaraþjónninn. Þessi ótti við allt líkamlegt og náttúrulegt var í rauninni orðin að alvarlegri taugaveiklun meðal alþýðu manna, jafnt aðri sem lægri. Mörgum mun finnast það ótrúlegt nú að þegar konur dirfðust í fyrsta sinn aldamótin að setjast á reiðhjól og ríða í hnakk, grýttu bændurnir þessa ósvipnu vegfarendur. Og að skólaárum mínum voru margra dálka greinar í vínarblöðunum þá mjög svo hneykslanlegu uppástungu að dansmeyjarnar við hirðóperuna skildu dansa berfættar. Það olli fádæma æsingum þegar Isadora Duncan dansaði í fyrsta sinn berfætt, voru dansar hennar þó háklassískir og kyrtitinn til allra hamingju skósíður, í stað þess að nota hérna venjulegu silkiskó. Hugsum okkur svo greinda unglinga sem vaksa upp við þennan aldaranda. Mikil hlaut þessi sífelldi ótti velsæmið að verða broslegur í þeirra augum eftir að þeir höfðu uppgötvað að siðferðiskublinn sem allt varð að klæðast í var heldur en ekki snjáður orðin og götóttur. Því ekki gat hjá því farið að einhver okkar skólapilta rækist á kennara sína í dimmu sundi eða fengi að heyra heima hjá sér syndarekistur einhverjar heiðurpersonu sem hann hafði borið mikla lotningu fyrir. Í raun og veru var ekkert sem jók jafn mikið á forvitni okkar og þetta ófimlega laumuspil. Og að því að reynt var að bæla niður hjá fólki allt sem því var eðlilegt, leitaði ævintýraþráin sér að neðanjarðar farvegum sem oftast voru meira eða minna gruggugir. Vegna þessarar bælingar var æskan í hvaða stétt sem var haldin einhverri áfjáðri forvitni sem oft kom fram í barnalegum tiltektum og flónsku. Naumast var til sú rimlagirðing eða útisalerni að ekki væri ötuð í klámi eða sóðalegum teikningum, heldur ekki svo sundlaug þar sem veggirnir að kvennaklefunum væru ekki krökkir af gæjugötum. Ýmiss konar leynilegar atvinnugreinar sem nú eru fyrir löngu úr sögunni, sakir eðlilegri umgengishátta, stóðu þá í miklum blóma. Á hverju kaffihúsi voru farandsalar sem reyndu í laumi að pranga nektarmyndum inn á hálfstálpaða unglinga. Og vegna þess tepurskapar sem einkenndi fagurbókmenntirnar þróuðust við hlið þeirra klámbækur og skemmtirit af versta tagi, prentuð á slæman pappír og skrifuð á afleitu máli en þó rifin út og lesinu til agna. Nú á dögum þekkist ekkert sem jafnast á við þessi rit að lostasemi og sóðaskap. Við hlið hirðleikhúsins sem átti að helga hinum göfugu og tandurhreinu hugsjónum tímans alla krafta sína voru leikhús og kabarettar sem eingöngu fengust við klúr og krumfengin viðfangsefni. Þannig leituðu hinar bældu hvatir sér allstaðar að smugum til útrásar. Og þegar öll kurl koma til grafar þá var þessi kynslóð sem ekki leyfði neina uppfræðslu kynferðismál og ekki þoldi piltum og stúlkum að umgangast á eðlilegan hátt, stórum ástleitnari en æskan nú á dögum sem fengið hefur meira frelsi til ásta. Menn girnast nefnilega mest það sem bannað og því minna sem augun fengu að sjá og eyrun að heyra, því meira dreymdi hugan og því minna loft, ljós og sól sem líkaminn fékk að njóta, þeim mun óstýrilátari urðu fýsnirnar. Í fáum orðum sagt, þetta félagslega ok sem lagt var á æsku okkar ól einungis með okkur tortryggni og beiskju í stað siðseminar sem það átti að innræta. Og jafnt skjótt að við tókum að líta samfélagið raunsæjum augum, fundum við ósjálfrátt að þessi falska siðfræði með öllu sínu pukri og óheilindum vildi ræna okkur einhverju sem aldurskeið okkar átti heimtingu á. Í nafni hennar var sannleiksást okkar að engu höfð, þegar úreltar og aflóga venjur áttu í hlut.
Þessi félagslega siðfræði sem undir niðri viðurkenndi tilvist kynhvatana en vildi þó með engu móti láta þetta uppskátt, var sjálfri sér ósamkvæm á fleiri en einn veg. Fólk lést ekki sjá að ungir menn hefðu kynhvatir en deplaði þó til þeirra auga til merkisum að óhætt væri að hlaupa af sér hornin, eins og það var orðað á spaugsömu fjölskyldumáli. Gagnvart konunni var hins vegar enga slíka tilslökun að ræða. Það var þegjandi viðurkennt að holdlegar fýsnir væru fyrir hendi hjá karlmönnunum og meira að segja talið sjálfsagt að þeir þyrftu að svala þeim. En að viðurkenna að konan hefði samsvarandi tilhneigingar, að náttúran þyrfti á hinum kvenlega pól að halda til að þjóna sínum eilífa tilgangi, hefði verið rothögg á hugmyndirnar helgi konunnar. Fyrir daga Freuds var það tekið gilt sem óskeikul sannindi að kona hefði engar kynhvatir fyrir en þær hefðu verið vaktar af karlmanninum og vitanlega var slíkt ekki leyfilegt fyrir en í heilugu hjónabandi. En jafnvel á þessum siðsemdar tímum biðu freistingar við hvert fótmál, ekki síst í Vínarborg. Ungar heimasætur frá góðum heimilum urðu því að lifa undir stöðugu eftirliti allt frá því þær komist á legg og til þess dags sem þær gengu frá altarinu með bónda sínum. Kennslukona var fengin til að gæta þess að þær stíu ekki út fyrir hússins dyr fylgdarlaust. Hver bók sem þær fengu í hendur var grandskoðuð og umfram allt var reynt að halda þeim að starfi svo vondar hugsanir sæktu síður að þeim. Þær urðu að æfa söng, píanóleik og teikningu, læra útlend mál ásamt sögu bókmennta og lista. En þó allt hugsanlegt væri gert til að ala þær upp og mennta, jafnvel ofmennta, var engu minni áhersla á það lögð að halda þeim sem fáfróðustum mannlegt eðli. Yngismær úr góðri fjölskyldu máttu enga hugmynd hafa það hvernig karlmaður væri skapaður, né heldur hvernig börn verða til, því þessi dís átti ekki einungis að vera líkamlega óspjölluð þegar hún gengi í hjónabandið, heldur og andlega flekklaus. Þegar sagt var unga stúlku í þá daga að hún væri vel upp alin, þýddi það nákvæmlega sama og lífsreynslulaus, og þessi lífsreynslu skortur varð oft förunautur giftra kvenna ævilangt. Mér verður enn á að brosa að kátlegri sögu eina frænku mína sem kom æðandi heim til foreldra sinna 1:00 á brúðkaupsnóttina og lýsti því yfir að hún vildi hvorki heyra né sjá þetta mannhrak sem hún hafði gifst, því hann hafði hagað sér eins og vitfirringur og varmenni og reynt í fúlustu alvöru að færa hana úr öllum fötunum. Hún hefði rétt með herkjubrögðum getað hindrað þessa sjúklegu ástríðu hans. Nú get ég ekki neita því að þetta grandaleysi gaf ungu stúlkunum í þá daga einhverja leyndardómsfulla töfra. Þessir litlu græningjar renndu gruni í að handan við hversdagsheim þeirra byggi annar heimur sem þeim var meinað að þekkja, og þetta gerði þær forvitnar, fullar af þrá og dreymnar, og eitthvað var þokkafullt við óframfærni þeirra. Þær roðnuðu þegar maður heilsaði þeim á götu, hvenær roðna ungar stúlkur nú á dögum, og þegar þær voru einar voru þær alltaf að stinga saman nefjum, flissa og hlæja, líkt og þær væru svolítið kenndar. Þær dreymdi rómantíska drauma ókunnan og forbóðinn heim, en voru jafnframt fullar blygðunar og ótta við að einhver kynni að uppgötva hversu mjög líkama þeirra þyrsti í þau blíðuhót sem þær höfðu svo óljóst hugboð Í fari þeirra var eitthvert heillandi uppburðarleysi. Göngulag þeirra var öðruvísi en stúlkna nú á dögum sem hafa styrt líkama sinn með íþróttum og vanist á að umgangast unga menn hispurslaust sem jafningja. Í þá daga þekktust óspjallaðar meyjar frá lífsreyndum konum langar leiðir að. Þær voru telpulegri en nú gerist og ekki eins fullorðinslegar. Þar höfðu til að bera samskonar suðræna viðkvæmni og vermihúsajurtir sem vaxið hafa undir gleri í skjóli fyrir vindum og veðrum, ávöxtur hnitmiðas uppeldis og mannræktar. Tilgangur þjóðfélagsins með því að hafa ungu stúlkurnar fáfróðar, reynslulausar og ósjálfstæðar var frá upphafi sá að í hjónabandinu skyldu þær mótast af eiginmanninum. Almenningsálitið skoðaði kvenlega siðsemi, flekkleysið og meidóminn sem ímynd leyndustu hugsjóna sinna. En hvílíkur harmleikur þegar heimasettan þekkti ekki sinn vitjunartíma þegar hún var ógefin 25 eða 30 ára því velsamisins og fjölskyldunar vegna
var þess einnig krafist af 30 jómfrú að hún héldi fast við hlétræknina og barnaskapinn þótt slíkt væri í engu samræmi við aldur hennar. En þá breyttist líka hinn fagra mynd í ófrína, hræðilega skrípamynd. Heimasætan tók að pipra, breytast smátt og smátt í roskna meikerlingu sem gamanblöðin veittu stað með grunnfærnu spotti. Hver sem nú á dögum flettur upp í gömlum árgangi af flíkandi bletter eða einhverju öðru skopblaði mun með hryllingi finna í hverju hefti þetta heimskulega spott gamlar piparjómfrúr sem vegna taugaveiklunar gátu ekki dulið ástneigð sína. Í stað þess að viðurkenna harmleikinn sem fólst í örlögum þessara píslarvotta höfðu fórnað náttúrulegum kendum, ást og móðurgleði fyrir mannorð fjölskyldunar, hætti fólk þar af slíku skilningsleysi að okkur hryllir við nú á dögum. En þannig háttur samfélagsins. Það beitir þá einstaklinga grimmúðlegastri hörku sem ljóstra upp yfirdrepskap þess og líða fyrir þar syndir það sjálft drýgir gagnvart náttúrunni. Þó borgarlegt velsæmi í þá daga reyndi umfram allt að viðhalda þeirri fölsun að kona af góðu fólki hefði engar kynhvatir og mætti ekki hafa meðan hún væri ógift að öðrum kosti taldi sem siðleysingi og ættarskömm, neyddust menn þó að kannast við tilveru slíkra hvata hjá ungumönnunum. Þar sem reynslan hafði sýnt að ógerlegt var að hindra að fulltíða menn lifðu kynferðislífi, var látið sitja við þá hófsumu kröfu að þeir iðkuðu þessa ósæmilegu skemmtan utan landamæra heilags velsæmis. Líkt og borgirnar hylja sorpræsi sín undir hreinsópuðum strætum, fögrum skartbúðum og glæsilegum listigöngum, eins átti kynferðislíf æskunnar að fá afrás undir hinu flekklausa yfirborði samfélagsins. Hvaða hættur ungu mennirnir kynnu að rata í og hvers konar félagsskap þeir lentu skipta ekki máli. Skólar og heimili vörðust rækilega að fræða unglingana í þessum efnum. Smám saman urðu þó einstaka feður svo forsjálir og upplýstir í hugsun eins og það var orðað í þá daga að þeir reyndu að beina sonum sínum á réttar brautir. Jafn skjótt og þeir sáu að syninum var tekin að spretta grön, létu þeir sækja heimilislæknin sem kallaði unga mannin á eintal, fægði gleraugun vandlega og hóf síðan fyrirlestur ógnir kynsjúkdómana. Hann brýndi fyrir unga manninum sem menjulega var sjálf menntaður í þessum efnum fyrirfram að vera gætinn og gleyma ekki vissum varúðarreglum. Sumir feður notuðu ennþá furðulegri aðferð. Þeir vistréðu laglega þjónustustúlku sem fékk það hlutverk að kenna unga piltinum verklega. Þeim þótti sem sé skárra að ungi maðurinn hlipi af sér hornin undir þeirra eigin þaki án þess að nokkuð vitnaðist en að hann lenti í klónum á einhverju glæfrakvendi. En ein fræðslu aðferð var undir öllum kringumstæðum bannfærð að fjalla málin af einurð og hreinskilni. Hverra kosta völ átti nú ungur maður á borgaraættum? Hjá hinum svokölluðu lægri stéttum var þetta alls ekkert vandamál. Í sveitinni byrjuðu strákar að sofa hjá stelpum 17 ára gamlir og þó slíkt drægi stundum dilk á eftir sér skipti það naumast máli. Í flestum alpaþorpunum var tala óskilgetinna barna langt hærri en skilgetinna. Meðal örega stéttarinnar bjuggu verkamenn oft með verkakonum í lausahjúskap áður en þau gáðu gifst. Hjá réttrúðum gyðingum í Galesíu var ungum sveinum fengið kvonfang aðeins 17 ára að aldri svo að fertugir gátu þeir verið orðnir afar. Hins vegar var eina haldkvæma ráðstöfunin, hjúskapur ungmenna, forboðin í borgaralegu samfélagi sögum þess að engin fjölskyldufaðir hefði viljað trúa tvítugum piltunga fyrir dóttur sinni. Slíkur unglingur var ekki talinn maður með mönnum. Einnig í þessu birtist sami yfirdrepskapurinn og fyrr, þar sem hið borgarlega tímatal kom engan veginn heim við það raunverulega. Ungur maður sem frá náttúrunar hendi var fullþroska 16-17 ára var af samfélaginu ekki talinn giftingarhæfur fyrir en hann hafði fengið stöðu, það að segja tæpast innan við 25-6 ára gamall. Þannig skapaðist 6, 8 eða 10 ára bil milli hins eðlilega kynþroska og þess þroska sem þjóðfélagi tók gildan og allan þann tíma urðu ungumennirnir sjálfir að verða sér úti tækifæri og ævintýri. Hins vegar höfðu þeir ekki marga kosti að velja í þá daga.
Aðeins mjög fáir ungir menn voru svo efnum búnir að þeir getur leyft sér þann munað að kosta hjákonu, það er að segja leigja handa henni herbergi og sjá henni farborða. Eins voru aðeins örfáir svo lánsamir að fyrir þeim rættist ástalíf hugsjón bókmyndana, hið eina form ástalífsins sem lýsa mátti í skáldsögu, nefnilega mök við gifta konu. Hinir urðu að komast af með búðarmeyjar og veitingastúlkur, þótt því fylgdi lítil andleg fullnægja. Á þessum tíma höfðu konur ekki enn öðlast frelsi sitt og réttindi og enn ekki hafið virka sjálfstæða þáttöku í opinberu lífi. Það voru því eingöngu ungar stúlkur frá fátækastu öregaheimilunum sem bæði af kæruleysi og að nokkuru vegna nægilegs frelsis letu leiðast út í slíkan skyndi kunningsskap á nokkur að vona hjónaband. Þær voru uppaldar í algeru menntunarleysi, þurftu að þræla 12 stundir á dag fyrir litlu kaupi og gátu varla hirt sig, því baðherbergi voru í þá daga sérréttindi ríkisheimila. Þessir vesalingar stóðu því svo langt fyrir neðan ástmann sinn að venjulega forðaðist hann að láta sjá sig með þeim á almannafæri. Reyndar hafði hið hugulsama velsami fundið ráð við þessum óþægendum, hinn svokölluðu chambre séparée, þar sem maður gæti leyni snætt kvöldverð með ástkonu sinni og síðan lokið sér af í skuggalegri hliðargötu, þar sem lítil gistihús höfðu verið reist eingöngu í þessum tilgangi. En þessi stefnumót hlutu að vera skammvinn skemmtun, sneitt eiginlegri fegurð, fremur kynórar en ást, þar sem þau fóru ætíð fram í flaustri og með leynd eins og allir forboðnir hlutir. Þá gat einnig verið mögulegt að komast í kunningsskap við einhverja leikkonu, dansmey eða listakonu, en þær voru nokkurs konar hamskiptingar og stóðu að hálfu leyti utan mannfélagsins, í rauninni einu óháðu konurnar á þessari tíð. En helsta form ástarlífsins í þá daga utan hjónabands var skækulifnaðurinn. Hann táknaði að vissu leyti þá skuggalegu kjallarakvelvingu sem hinn bjarta, feirulausa mannfélagshöll borgarans hreykti sér á. Núlifandi kynslóð getur naumast gert sér í hugarlund hina geysilegu útbreiðslu vændis í Evrópu á árunum fyrir heimsstyrjöldina fyrri. Nú á dögum jafn sjaldgæft að hitta vændiskonu á stéttum stórborganna og hestvagna á strætunum, en í þá daga voru gangstéttinnar svo morandi af konum sem seldu blíðu sína að erfiðara var að forðast þær en finna. Þar á ofan var aragrúi af lokuðum húsum, næturklúbbum, kabarettum og dansstöðum, þar sem fullt var af dansmeyjum og söngkonum að ógleyndum gleðukonum vínkrána. Í þann tíð voru konur á boðstólum hvenar sem var og það kostaði ekki meiri fyrirhöfn að fá þær í stundarfjórðung, klukkutíma eða heila nótt en kaupa sér sígarettupakka eða dagblað. Ekkert virðist mér bera jafnt glöggt vitni hreinskilni og hispursleysi nútímans í ástamálum og lífsvenjum og það að æskunni nú á dögum finnst mögulegt og næstum sjálfsagt að vera án þessarar atvinnustéttar sem einu sinni var alveg ómissandi. Og hvorki það lögreglan né lögin sjálf sem unnið hafa bug á vændinu, heldur hefur þetta hörmulega afkvæmi gerfi siðfræðinnar að undanteknum lítil fjörlegum eftirstörfum horfið af sjálfu sér vegna minkandi eftirspurnar. Hinn opinbera afstaða löggjafans til þessara soralegu mála var aldrei sérstaklega viðfelldin. Frá siðferðilegu sjónarmiði þorði ríkisvaldið ekki að veita konum opinbert leyfi til að selja sig. Frá heilsufræðilegu sjónarmiði var skækulifnaður hins vegar ómissandi þar sem hann veitti óstýrilátum einhleypingum kynferðislega svölun. Þess vegna reyndu yfirvöldin að bjarga sér með tvíræðum lagastaf. Greint var á milli leynilegs skækulifnaðar sem ríkisvaldið barðist gegn og taldi ósiðlegan og leyfilegs skækulifnaðar sem rekinn var með atvinnuleyfum og skattlegður af ríkinu. Ung stúlka sem ákveðið hafði að gerast vændiskona fékk sérstakt leyfisbréf hjá lögreglunni gilti sem atvinnuskírteini. Með því að standa undir lögreglueftirliti og undirgangast læknisskoðun 2 í viku hafði hún öðlast þann atvinnurétt að selja líkama sinn á leigu með hvaða verði sem henni sýndist. Skækulifnaður var þannig viðurkenndur sem hver önnur atvinnugrein, en hér kemur hrosshófur siðfræðinnar, þó ekki nema til hálfs. Þannig gat vændiskona til dæmis ekki kært yfir því þótt einhver karlmaður
sem hún hafði selt vöru sína, það er að segja líkama sinn, þrjóskaðist við að greiða umsamda þóknun. Þá var kæra hennar allt í einu, obturbem causam, eins og lögin komist að orðin ósiðleg og hún átti sér einskis stuðnings að vænta frá yfirvöldunum. Á slíkum smáatriðum mátti sjá tvöfeldni þeirrar lífskoðunar að vissu marki viðurkenndi starf þessara kvenna sem löglega atvinnu en leit þó á þar sem úrrök stæðu fyrir utan lög og rétt. En höfuð ranglætið lá þó í því að þessi lög giltu einvörðungu fyrir fátækustéttirnar. Ballettdansmeyjar sem öllum stundum voru falar hverjum karlmanni í Vín fyrir 200 krónur á sama hátt og götudrósirnar fyrir skitnar 2 þurftu auðvitað ekkert atvinnuleyfi. Hina frægu léttúðardrósa var meira að segja getið í dagblöðunum meðal 10 gesta þegar þeir fluttu fréttapistla frá veðriðum eða kappakstri aðeins vegna þess að þeir tilheyrðu samkvæmislífinu. Sömuleiðis voru þau tignarkvendi öfluðu hirðinni, aðlinum og hinni ríku borgarastétt þessara munaraðvöru undanþegnar lögum þótt útvegun gleðikvenna væri annars refsað með þungum fangelsisdómum. Strangur ægi, miskunnarlaust eftirlit og þung viðurlög bitnuðu einvörðungu á þeim 1000 her sem með líkumum sínum og auðmýktum sálum áttið að verja gamla og löngum mergfúna siðakenningu gegn frjálsu og eðlilegu ástalífi. Þessi ógurlegi vændiskvenna skari skiptist líkt á raunverulegur her í einstakar deildir, riddaralið, stórskotalið, fótgöngulið og setulið. Sú deild vændiskvennana sem líkja mátti við setulið var sá hópur sem algerlega hafði hernumið götur borgarinnar og gert þar að bækistöðum sínum. Þetta voru aðalega hverfi þar sem gálgar, holdsveikraspítalar eða kirkjugarðar höfðu staðið á miðöldum, hverfi þar sem böðlar og önnur úrrök þjóðfélagsins höfðu alið aldur sinn en borgarastéttin forðast að eiga heima öldum saman. Þarna leyfðu yfirvöldin að rekinn væri ástamarkaður í nokkrum götum. Allt fram á þessa öld sátu þarna, líkt og í Yoshiwara í Japan eða á fisktorki Kairóborgar, mörg hundru konur til sýnis við lága kjallaraglugga, ódýr vinnukraftur sem stundaði iðju sína á 2 vöktum, dagvakt og næturvakt. Riddaralið eða fótgöngulið skipuðu þær fjölmörgu stúlkur sem falar voru á strætunum. Í Vínarborg voru þar almennt nefndar línudrósir vegna þess að lögreglan hafði takmarkað með ósýnilegri línu þau hverfi sem þar máttu reka iðju sína í. Allan daginn og nóttina fram undir morgun keifuðu þær strætin með sína dýrkeyptu fölsku fegurð hvernig sem viðraði. Og alltaf urðu þær að hafa bros til reiðu á þreyttu, illa dyftu andlitinu í hvert sinn sem karlmaður gekk framhjá. Og mikið virðast mér nú allar borgir fegurri og mannsæmari staðir síðan þessar hungruðu, gleðisnauðu konur hurfu af strætum þeirra, þessar konur sem buðu gleði sína gleðilust og gengu að lokum eftir þrotlausa göngu götuhorna á milli allar sama veginn til sjúkrahússins. En jafnvel þessi mergð fullnægði ekki hinni stöðugu eftirspurn. Mörgum leiddist líka að eltast við þessar flöktandi leðurblöggur eða sorgmætu paradísarfugla á götunum. Þeir vildu njóta ástarinnar á þægilegri hátt við ljós og yl, tónlist, dans og viðhöfn. Þessir viðskiptavinir sóttu lokuðu húsin, pútnahúsin. Í hinum gerfiskreittu salónum þessara húsa var mikið samsafn af konum, sumar í tískuklæðum, aðrar greinilega aðeins á náttkjólunum. Píanóleikarar skemmtu með tónlist, þarna var drukkið, dansað og rappað saman þar til pörin gengu hæversklega til sængur. Sum af þessum húsum, einkum þau fínustu í París og Milano, voru þekkt allan heim og þegar frómar sálir rákust þar inn, gátu þar freistast til að halda að hér væri heimilisskemmtun að ræða, þar sem hinnar gestkomandi meyjar væru í fjörugra lagi. Ytri aðbúnaður kvennanna í þessum húsum var ólíkt betri en þeirra sem götuna stunduðu. Þær þurftu ekki að ráfa strætin í stormi og regni, heldur sátu í hlýjum herbergjum, fengu góð klæði, nóg að borða og alveg sér í lagi mikið að drekka. Þess í stað voru þær í rauninni fangar veitingakvennanna sem tróðu upp á þær fötum með okurverði
og gerðu fæðis- og húsnæðiskostnaðinn að þvílíkum reikningsþrautum að jafnvel þær iðnustu og þolnustu urðu flektar í skuldum og gátu ekki af frjálsum vilja yfirgefið húsin. Það væri fróðlegt að rita sögu margra þessara húsa og einnig gæti slíkt orðið mikilsvert heimild menningu tímabilsins, því þarna voru faldir leyndardómar sem að sjálfsögðu voru vel kunnir hinum annars svo mjög ströngu yfirvöldum. Þarna voru leynidyr og sérstakur stigi sem fínustu borgararnir og að því sagt var meðlimir sjálfra hirðarinnar gátu gengið án þess að aðrir dauðlegir menn yrðu varir við heimsókn þeirra. Þarna voru speglasalir og sumir þannig útbúnir að úr þeim sást í næstu herbergi þar sem karlar og konur gömnuðu sér í mesta grandaleysi. Þarna voru hinir fágætustu dulbúningar, allt frá nunnuklæðum til danssýningargerfa, læstir niður í skrín og kistla, fetisistjum til yndisauka. Og þetta var sama borgin, sama þjóðfélagið, sama siðaspekin og sú sem rauk upp til handa og fóta út af hjólreiðum kvenna og lýsti því yfir að það var í smán fyrir vísindin þegar Freud á sinn rólega, skýra og skarpskegna hátt setti fram þau sannindi sem þessir aðilar vildu ekki viðurkenna. Sama öldin sem varði hreinleika konunnar af mestum ofsa lét þetta mansal viðgangast, skipulagði það og reyndi meira að segja að hagnast á því. Menn skildu ekki láta tilfinningasamar skáldsögur þessa tímabils villa sér sín. Þetta var slæmur tími fyrir æskuna. Ungar meyjar náðu hvorki andlegum né líkamlegum þroska undir húsaga foreldra sinna sem engin kynni leyfðu þeim af lífinu. Ungu mennirnir voru aftur á móti kúaðir til launungar og bakferlis af siðfræði sem enginn tók mark á. Fátt æskufólk var þeirrar hamingju aðnjótandi að geta umgengist blátt áfram og eðlilega eins og þessum aldrei eiginlegt. Og fáir munu þeirra gömlu kynslóðinni sem geta með óblandinni ánægju minnst fyrstu samfunda sinna við konur, því auk allra forbúða samfélagsins var önnur ófreskja á næsta leiti sem varpaði skugga jafnvel á unaðslegustu stundir, óttinn við kynsjúkdómana. Einnig í þessu tilliti var æska þeirra tíma verr sett en æska nú á dögum, því þess verður að minnast að fyrir 40 árum voru kynsjúkdómarnir 100-falt útbreiddari en nú, auk þess sem afleiðingar þeirra voru 100-falt hættulegri og ægilegri meðan læknavísindin höfðu enn ekki náð tökum á þeim. Þá þekktust ekki þeir læknisdómar gegn sjúkdómnum sem nú ráða niðurlögum hans á nokkrum dögum. Við eigum það aðferðum Pauls Ehrlichs að þakka að nú líða stundum heilar vikur án þess að prófessorarnir við hina minni háskóla geti sýnt nemendum sínum nýsýktan sífilissjúkling, en samkvæmt skýrslum frá umræddu tímabili hefur 10. hver ungur maður sem þá gegndi herþjónustu eða bjó í stórborg fengið að kenna á sjúkdómnum. Á þessa hættu var æskan stöðugt minnt. Þegar maður gekk göturnar í Vín sá maður á 6. eða 7. hverju húsi áletrunina sérfræðingur í húð- og kynsjúkdómum. Og ofan á óttan við sjúkdóminn bætti svo hræðslan við hinar andstyggilegu og auðmýkjandi lækningaaðferðir sem fólk nú á dögum þarf ekkert af að vita. Vikum saman voru líkamir sífilissjúklinga nuddaðir upp á kvikasilfri sem hins vegar hafði það í för með sér að þeir mistu tennurnar og fengu ýmsa aðra kvilla. Sá sem var svo óheppinn að sýkjast hættulega flekkaðist í bæði líkamlega og andlega. En jafnvel eftir þessa hryllilegu meðferð gat sjúklingurinn alltaf átt að hættu að þinn illkynjaði sjúkdómur blossaði upp að nýju, legðist á mænuna og lamaði líkamann eða græfi sig í heilanum. Engin furða þótt ungt fólki þá daga gripi oft til skambissunar þegar það fann á sér sjúkdómseinkennin. Margur gat ekki afborið þá hugsun að liggja undir grun sinna nánustu ævilangt. Við þetta bættu svo aðrar áhyggjur sem ætíð eru samfarða bannferðu kynferðislífi. Satt að segja minnist ég varla nokkurs æskufélaga sem ekki komst í klandur út af þessum málum. Einn vegna þess að hann hafði sýkst eða óttaðist að svo væri, annar vegna þess að hann var hafður af féþúfu í fóstureyðingarmáli, þriðji vegna þess að hann skorti peninga til að kosta lækningu án vitundar foreldra sinna, fjórði vegna þess að hann vissi ekki hvernig hann átti að útvega sér peninga fyrir barnsmeðlagi, sá fimmti vegna þess að veskinu hafði verið stólið frá honum í einhverju pútnahúsinu
en óhægt vik að kæra þjófnaðinn. Þótt æskan á þessari öld gervisiðgæðisins væri bæld, var hún samt langt ævintýragjarnari, spiltari og óstýrilátari en skáldsögur og leikrit hinna viðurkenndu höfunda lýsa henni. Á sama hátt og henni var meinað frjálsræði í skóla og heimahúsum, þannig var henni líka næstum aldrei veitt það frelsi og svo hamingja í ríki Erósar sem þessi aldur á heimtingu á. Allt þetta verður að taka fram í heiðarlegri aldarfarslýsingu, því þegar ég rabba við kunningja mína vaxið hafa upp á eftirstríðsárunum, veitist mér oft furðu erfitt að sannfæra þá að æska þessa tímabils hafi ekki notið meira þegnlegs frelsis en núverandi kynslóð sem ofurseld herþjónustu, þegnskylduvinnu og í mörgum löndum geðþótta múgstefnanna og eiginlega allstaðar leiksoppur alþjóðlegrar togstreitu. Við gátum ótruflað gefið okkur að listum og andlegum hugðarefnum og móta tilveru okkar á persónulegan og sjálfstæðan hátt. Við gátum lifað eins og heimsborgarar, allur heimurinn stóð okkur opinn. Við gátum ferðast hvert á land sem við vildum án vegabréfs og fararleyfis, enginn spurði skoðanir okkar, uppruna, kynstofn eða trúarbrögð. Við höfðum í raun og sannleika, því ber ekki að neita, ólíkt meira persónufrelsi en æskan nú á dögum og við höfum ekki einungis unnað þessu frelsi heldur einnig notfært okkur það. En eins og Friedrich Hebbel komst einu sinni svo fallega að orði ýmist vantar á svínið eða bikarinn. Sjaldan einni og sömu kynslóðinni hvort tveggja gefið. Ef siðgæðið ann okkur frelsis, setur ríkisvaldið sín takmörk. Ef ríkið veitir okkur frelsi, reynir siðgæðið að knésetja okkur. Við áttum hægara með að kynnast heiminum en æskufólk nú á dögum sem í staðinn lifir og nýtur æskuárana í ríkara mæli. Þegar ég sé nú unga fólkið koma úr skólunum, upplitsdjart og glaðlegt í bragði og þegar ég sé pilta og stúlkur stunda nám sitt, iðka íþróttir og leiki í frjálsum, áhyggjulausum félagsskap, án allrar feimni og blygðunarsemi, sé þau þjóta á skíðum yfir fannir, þreyta kappsund og bruna landið í bifreiðum 2 og 2, þá finnst mér alltaf að milli okkar og þeirra standi ekki 40 heldur 1000 ár, þar sem við þurftum ætíð að fara í felur með ást okkar á ævintýri. Ég gleðst af heilum hug yfir þeirri gjörbreytingu sem siðferðismálin hafa tekið æskunu í vil, yfir því frelsi sem hún hefur áunnið sér í lífi sínu og ástum og hversu heilnæmt þetta frelsi hefur reynst henni bæði andlega og líkamlega. Konurnar virðast með fegurri síðan þeim var leyft að sýna vaxtarlag sitt, þar bera sig betur, augun eru skærari og málfarið hispurslausara. Æskan hefur öðlast nýtt öryggi við það að þurfa ekki að standa neinum reikningsskil á gerðum sínum nema eigin samvisku. Hún hefur brotist undan eftirliti foreldra, frænkna og kennara og losnað við þær hömlur, þann ótta og spenning sem þjakaði okkur á uppvaxtarárunum. Hún þekkir ekki þá launkofa sem við þurftum að fara í til að njóta þess forboðna, því allt slíkt henni nú leyfilegt eins og vera ber. Hamingjusöm nýtur hún þessara aldursára með þeim eldmóði, fjöri og áhyggjuleysi sem æskudögunum eru eiginleg. En fegurst við þessa hamingju finnst mér það að æskan þarf ekki lengur að hræstna fyrir öðrum, heldur getur verið hreinskilin við sjálfa sig og einlægi tilfinningum sínum og þrám. Má vera að vegna áhyggjuleysisins skorti unga fólki nú á dögum eitthvað af þeirri lotningu sem við bárum í æsku fyrir andlegum verðmætum. Vera má einnig að með hinnum frjálslegu umgengnisháttum fari eitthvað það af ástinni forgörðum sem okkur fann sérstaklega dýrmætt og töfrandi, svo sem hinn tvíræða blygðunarsama hlétrækni og hinn heita viðkvæma ástúð. Ef til vill grunar þau meira að segja ekki hvernig hrollur hins forboðna bannhelga eykur nautnina á dularfullan hátt. En allt þetta finnst mér lítilfjörlegt að mótsi þá heillavanlegu breytingu að æskan nú á dögum einörð og sjálfsörugg, frjáls af ótta og hömlum, en slíkt varð ekki okkur sagt í þá daga.